Elvar Árni, þú færð tækifæri til þess að koma hér með þínu nýja liði og spila vígsluleikinn á gervigrasvellinum Húsavík. Hvernig er það? Það er bara mjög góð tilfinning. Maður hélt náttúrulega að maður myndi ekki taka þátt í því, en það er gaman að fá að taka þátt í fyrsta meistaraflokksleik Völsungs hérna á þessu nýja glæsilega gervigrasvelli. 4-1 sigur fyrir ykkur. Hvernig fannst þér þið vera að spila? Já, við vorum ekki að spila svona rosalega vel, en við vorum að verjast þokkalega fannst mér. Við vorum svolítið aftarlega og reyndum svo að beita góðum skyndisóknum. Við vorum að halda boltanum vel líka, en við vorum samt ekki að skapa okkur alveg nógu mikið af færum. Og Völsungarnir voru vel skipulagðir og það var erfitt að finna svæði á þeim. Þannig að þetta var bara erfitt, en þetta var náðu að opnast í seinni hálfleik. Nú skorað þú sjálfur 2 mörk gegn þínu gamla félagi. Það fyrra þannig að þú gerðir Völsungarna alveg brjálaða. Hvernig leit þetta út frá því að sér? Já, ég fékk gott færi og klúðraði því og svo kom hann aftur til mín og var að renna út af og ég var svona að hugsa hvort ég myndi þora að skora eða ekki á myndi mínu gamla félagi og svo ákvað ég þyrfti bara að skora ef ég væri komið svona gott færi og dróð hann bara það sem hann lá á línunni og tróði hann yfir línuna. Klafsmark eins og ég þekkti fyrir. Lá hann á línunni svo? Já, það var náttúrulega komin eitthvað aðeins yfir, það var náttúrulega að vera allir út af strákar. Það er bara hann. Hvernig er framhaldið á Breiðablik? Það er bara, núna á mánudaginn erum við bara að fara í sólbað og slaka á og ekki að dæfa úti, þannig að það verður bara dægilegt og svo bara komum við heim og fyrir að dæfa á grassi bara og fyrir að gíra okkur í næstu leiki Lengjubikar og svo bara Íslandsmót að hefjast. Stór markmið fyrir sumarið? Já, sjálfsögðu, við erum náttúrulega bara búin að gefa það út að við ætlum bara að stefna á þá titla sem er í boði, við erum bara í þessu til þess að reyna að sigra og það er bara sem við ætlum að reyna að gera. Takk fyrir Elvar. Takk.